En hvað með lesskilning? Er hann ekki mikilvægur en lestrarhraðinn? Þetta mjög algeng spurning sem kemur upp á námskeiðum hjá mér og ég ætla aðeins að skoða hana hérna í dag. Jón Vigfús Bjarnason heiti ég, skólastjóri Hraðaskólans og undanfarin 15 ár hef ég verið að kenna Íslendingum ekki bara lesa hraðar, heldur að bæta lestrarfærnina sína og finna þannig meiri eftirtekt, einbeitingu og athygli þegar þau eru að lesa bækurnar sínar. Þetta mjög algeng spurning og jafnvel að koma upp svona komment inn á Facebook hjá mér og annar staðar. En lesskilningurinn, hann ekki miklu mikilvægur en hraðinn? Og jú, við leggjum áherslu á lesskilning, til dæmis ef við tökum sem dæmi unglinganámskeiðunum okkar og almennu námskeiðunum, fullorðinsnámskeiðunum, sem eru fyrir rauninni alla frá 13 ára og upp í 94 ára. Þar leggjum við miklu áherslu á lesskilningin í hverjum tíma. Þá eru þau að taka próf, þau lesa texta yfir, eru síðan að svara spurningum á eftir. Eru þannig, viku eftir viku, að sjá lesskilning aukast leið og lestrarhraðinn þeirra að aukast. Þau eru að sjá hvaða áhrif leshrraðinn þeirra að hafa á lesskilningi því að það einfallega þannig að þegar þú lest hraðar þá eftirtekt, einbeiting, athygli, lesskilningur alltaf meiri. Og þetta atriði sem ég tek mjög sérstaklega fyrir á námskeiðunum og þess vegna leggjum við mikla áherslu á lesskilningin. En það sem við þurfum að hafa í huga að lestrarhraðinn hann hefur einfallega áhrif á lesskilning. Ef að þú lest mjög hægt, þá eftirtekt, einbeiting hjá þér. Hún ekki nógu góð og þess vegna ekki að grípa efni nægilega vel. Þess vegna skiptir máli. Við megum aldrei gleyma því að þetta eru tveir þættir, þetta eru tvær hliðar á sama pinningnum þannig séð og það að velta fyrir sér hvort að lesskilningur eða lestrarhraði skiptir máli svona svipað vangaveltur eins og að velta fyrir sér hvort koma undan, eggið eða hænan. Ef þú horfir í það svona hjá barni sem að kannski fara í íþróttir eða við tökum bara sem dæmi fótbolta. Barn sem að fara út að leika sér í fótbolta, hvort kemur undan hjá barninu? Leikskilningur eða leikgleði? Ef að leikgleðin ekki til staðar, þá barnið ekki að fara út að leika sér. Þá barnið ekki að fara út í fótbolta með vinunum. En leikgleðin hvetur barnið til þess að fara aftur og aftur og aftur út og með tímanum eykst leikskilningur, boltafærnin, knatttæknin, hún kemur þegar barnið fer út aftur og aftur og aftur út að leika sér. Ef að barn sem að lesa ekki að njóta bókarinnar, ekki að hafa gaman af sögunni, þá eðlilega tekur það ekki upp bók. Og ég tek oft dæmi eina 13 ára sem kom á námskeið hjá mér. Hún var að lesa rétt 30 orð á mínútu í fyrsta prófi. Og eðlilega, þá var hún ekki að hafa gaman af sínum lestri. Hún var lesblind, þannig að það var að há henni verulega og hún var ekki að lesa mikið. Hún einfaldlega las kannski aðeins fyrir skólan ef hún gat komist upp með það að sleppa því, þá reyndi hún að sleppa því. Því horfði þetta svona, 13 ára unglingur sem les 30 orð á mínútu, það tekur hana í venjulegu skáldsögu sem eru svona það bil 350-380 orð á síðunni, þá tekur hana hátt í 12, jafnvel 13-14 mínútur að lesa eina blaðsíðu. Ef það tekur þig 12-14 mínútur að lesa eina blaðsíðu, ertu að taka upp bók þér til skemmtunar? Auðvitað ekki. Enda valdi hún það að gera nánast í hvað eina annað heldur en það að lesa sér til skemmtunar. Á einu námskeiði þá var hún farin að lesa hátt í 300 orð og komin yfir það í dag, en það þýddi einfaldlega að hún var núna rétt tæpa mínútu að lesa eina blaðsíðu og góður lesandi á ekki þurfa mikið meir en kannski 50-60 sekundur til þess að lesa eina blaðsíðu skáldsögu. Og þess vegna skiptir það máli að horfa líka í lestrarhraðan. Lesskilningurinn kemur, en við þurfum líka að vinna með lestrarhraðan. Ef að barn sem kemur á námskeið, og það ekki óalgengt unglingarnir, að meðalhraði hóps af unglingum sem eru að koma á námskeið hjá mér, sem eru 13-16 ára, að þau sé að lesa í kringum 90, 97, kannski 100 orð á mínútu. Það meðalhraðin þeirra. Það þýðir einfaldlega, sumir eru yfir 100, en sumir eru vel undir 90 orðunum. Þannig að það skiptir máli. Horfi í báða þætti.
Á hraðlestarnámskeiði ertu raunin ekki bara að læra að lesa hraðar. Þú ert að þjálfa lestrarfærni. Þú ert að þjálfa lestur með markvissum, einföldum lestraræfingum og þær toga lestrarfærnið þína upp. Þú ert að halda betri eftirtekt, þú ert að halda betri einbeitingu og þú ert að skilja betur það efni sem þú ert að lesa. Þú ert að njóta bókana betur þegar þú ert að lesa þetta hratt. Og hafðu í huga að allir geta lært að lesa hraðar. Allir. Það skiptir ekki máli hver hratt eða hægt þú lest í dag. Það skiptir ekki máli hvort þú lest mikið eða lítið í dag. Það skiptir heldur ekki máli hvort einhver lestrar örðurleikar eins og lesblinda eða athyglisbrestur að trufla þig í dag. Allir geta lært að lesa hraðar, halda þannig betri eftirtekt, einbeitingu í sínu lestri. Látum þetta duga í dag.